Þessar lífverur eru að sýna, þær eru til dæmis í mínum líkunum með krabbameinsfrumur. Sumir svamparnir eru að drepa krabbameinsfrumurnar. Áður hún leggur af stað úr Höfn, þá getur þú fengið upplýsingar bestu hugsanlega siglingaleið þangað sem að þú ætlar að fara og mesta líkur á að finna þá tegund sem að þú hefur mesta áhuga á að veiða. Þetta hljómar náttúrulega eins og science fiction og kannski það, en þetta allavega að við hugsum stórt og þetta það sem við erum að stefna. Það kom með nýja lausn að kæla makrel niður í -2 gráður, skila því að við vorum að fara úr 8 milljörðum upp í 28 milljarða á einu ári. Þannig að við sjáum að þetta hefur góð samlegðar áhrif að vinna saman háskóli versus iðnaður. Og háskólinn getur verið burðarás fyrir þróun, hvað var það tækni og nýsköpun og ekki síst hvað var verðmætasköpun. Það hefur verið kennisetning í augnlyfjafræði að augndropar dugi ekki til að koma lyfjum aftast í auga og þess vegna þurfum við að nota sprautunál og sprauta þeim inn í augað eins og staða mála í dag. Við höfum faktist brotið þessa kennisetningu og sýnt fram á það að augndropar getur komið í staðinn fyrir að sprauta lyfinu inn í augað. Það sem gerist líka að það fer minna út í blóðrásina og það dregur úr aukaverkun. Við erum að finna þessa einstaklinga 20-30 árum áður heldur en að þeir fá áföll eða nokkrar aðrar vísbendingar eru sjúkdóminn. Nú vinnum við að því að gera app og einhvers konar forrit fyrir líka túrista til þess að fræðast hvalina og þá sérstaklega hvalahljóðin með áherslu á Ísland, enda þetta hvalir sem eru að gefa frá sér hljóð á Íslandi. We have to find a compound that is specific for our cancer cell line. So that will kill that kind of cancer cell but will not kill a normal cell, for example. Með aðferðina sem við erum að þróa, þá geta allir byrjað að framleiða sinni eigin áburð út frá andrúmslofti, út frá vatni og sólarorku. Þetta mun vera gjörbylting fyrir þriðja heiminn og þetta mun líka vera mjög nauðsynlegt fyrir hinn vestræna heim því að aðferðin mun krefjast minni orku heldur en aðferðin sem notuð í dag og þar er ekki engin gróðurhúsalofttegund sem að fara út í andrúmsloftið. Stór hluti þeirra efna sem eru lyf gegn sýklum og gegn krabbameini að þau eru fengin úr náttúrunni. Við erum í rauninni að einangra þessi efni og kanna virkni þeirra á ákveð ensím sem spila stórt hlutverk í Alzheimer-sjúkdómum. Inn á Facebook á sér stað rafrænt umtal og það svo tegund markaðssetningar sem talin líklegust til þess að skila árangri. Það að segja að fólk að segja frá sinni norðurljósa upplifun inn á Facebook og það eru mörg ferðaþjónustufyrirtæki sem að taka myndir af gestunum í norðurljósaferðum og þau eru að gera þetta gagngert til þess að fólk fari svo inn á Facebook-síður þessara fyrirtækja og deili þessum myndum með sínu tengslanetti. Við ákváðum að búa til námsgagn sem myndi kynna fuglana fyrir börnunum í gegnum leik. Úr varð að við þróum borðspil í fuglafár og markmið spilsins að börnin læra að þekkja fuglana, útlit þeirra og nöfn og þrói vonandi með sér áhuga á fuglunum. Nú búið að finna leiðir til að stoppa boðleiðina og það núna leiðir sem notað sem lyf. Fyrstu lyfin í rauninni sem virka gegn sortuæxlun.